Þegar við reiknum yfirborðsflatarmál einhverju svona formi, þá þarf ég að vita hvaða formúlur á ég að nota og ekki síður hvað verið að spyrja mig um. Bara verið að spyrja flatarmálið á því sem hérna ofan á, eða á ég, eins og í þessu tilfelli, það sem þetta keila, að gera ráð fyrir hringnum sem undir. Þetta, það sem hérna ofan á, það heitir möttull. Og það ákveðin formúla fyrir möttlinum. Möttullin pi sinnum radíus sinnum L, sem þá, ef ég tekna keilu, hérna ringurinn hérna, þetta radíusinn og þetta L, það hliðarlengdin hér. Og í þessu tilfelli, ef að ég á að reikna flatarmálið á möttlinum hérna, þá það bara pi sinnum R, sem þá 7, sinnum L, sem 12. Og út úr þessu kemur 528. Ef það bara spurt möttulinn, þá hætti ég hér. Þetta svarið. En ég ætla að reikna allan hringinn, hringinn undir líka. Það þá flatarmál rings R í öðru sinnum pi, og þá ger ég 7 í öðru radíusin hérna, sinnum pi, það 154, legg þetta saman 682 í öðru fer millimetrar, af því þetta flatarmál. En nú skulum við kíkja á píramída. Hér við komið með píramída og ef við reiknum yfirborðsflatarmál píramída þá ég að taka þessar hliðar hérna sem í þessu tilfelli eru 4, því að grunnflöturinn hér ferhyrningur. Það væri sýnt betur í gegn ef að það væri þríhyrningur eða eitthvað annað form. Og af því að hliðarnar hér eru jafn langar þá allir þessir fletir jafn stórir. Þetta í raun og veru botnin undir sem 5 sinnum 5 og síðan ég með 4 svona fleti og ef ég horfi ofan á og tek þá í sundur og fletið út þá lítur þetta einhvern veginn svona út, þeir allir eins. Og þetta allt þríhyrningar sem eru 5 og 3. Og þessi 5 sinnum 5, það 25, það síðan flötur. Einn svona 3 sinnum 5 deilt með 2, af þetta þríhyrningur. Út úr því komur 7,5. En svo ég með 1, 2, 3, 4, þá þarf ég að gera sinnum 4. Og þá fæ ég út úr þessu 30. Legg þetta saman, 55 fermetrar. Ef hliðarnir ekki eins, þá þarf ég að reikna 2 og 2 saman eða þess vegna 1 og 1. Ef hann til dæmis grunnflöturinn þríhyrningur. Ég þarf að reyna að sjá fyrir mér hvaða hliðar eru þetta og hvernig reikna ég þar, svo legg ég þetta saman.